Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Sumarið, það er á næsta leiti og miðað við veðrið hérna á Akureyri núna, þá mætti halda að það væri bara komið. Þess vegna ætlum við að tileinka þennan þátt sumrinu og við ætlum að byrja á að koma okkur í rétta gírinn með þjóðhátíðarlaginu sem að enginn bað frá því fyrra, Útilegusár með vandræðaskáldum. Við beðum lengi en loksins kom að því, hinn guli gaur á himninum mættur eftir því. Svo sópið frá dyrum drægir grillið út á flöt, núna verður tjaldað og grillað gæðakjöt. Þið eru tvö vandræðaskáld. Já, ég og kollegi minn Cecilia, sem gat ekki verið með okkur í dag því að hún eins og þorri Íslendinga brá sig til útlanda með kærastanum. Hún tók lagið bókstaflega og flúði þetta sumarið? Já, flúði bara, já, til Noregs. Verður ekki mikið meiri klisja heldur en það. Nú sömdu þið mjög skemmtilegt sumarlag, þið vandræðaskáld. Hvað var til þess að þið ákveðið að semja lag íslenska sumarið? Við vorum bara eiginlega komið nóg að því að það er alltaf verið að mála upp einhverja svona glansmyndir að þessu í þessum helstu sumarsmellum. Og það er allt svo frábært og í þessum þjóðhátíðarlögum og það er allt dásamlegt. Og raunin eins og við vitum er það bara oftar en ekki. Þannig að við ákváðum svona að taka þann pól dálítið í hæðina og semja þjóðhátíðarlagið sem enginn bað þar sem við bara segjum frá hlutunum eins og þeir eru. Þannig að það verður ágætis þjóðhátíð í ár, við verðum með 2 þjóðhátíðarlög, ef svo má segja. Já, ég vil meina það, þó að eflaust séu þeir Jón Jónsson og Friðrik Dór ekkert endilega að sammála því mati. En það verður bara að hafa það. Hvað er svona næsta gigg hjá ykkur? Við verðum reyndar á Fiskidag. Þá verðum við bæði á opnunarathöfninni og svo erum við með tónleika í menningarhúsinu Bergi kvöldi. Ég er mjög spenntur fyrir því. Nú finnst manni, þetta er svona eitt af skrefunum að því að verða fullorðinn að geta haldið upp í samræðum veðrið. Þetta er svona eins og uppgötva fyrsta skeggbrotin eða að fara að drekka kaffi. Já, algjörlega. Þetta er svona ákveðin manndómsvígsla og að finnast það ekki asnalegt líka, finnast það bara í alvörunni gaman að tala veðrið. Þetta er einhvern veginn órjúvanlegur partur af því að vera Íslendingur. Og það er kannski við erum að tala vonbrigði sumarsins og semja lag vonbrigði sumarsins, þá verðum við að fjalla veðrið. Já, en það er veðrið mjög stór partur af þessu lagi okkar. Það er einhvern veginn hið endanlega strik í þennan útilegureikning. Þegar maður hlustar á textan í laginu, má segja að þetta sé svona ykkar upplifun af íslenska sumrinu? Já, eiginlega. Ég til dæmis segi persónulega fyrir mig, ég fer ekki í útilegur nema ég geti verið á hóteli. Bara af því að maður lætur ekki bjóða sér sumarhluti, eða þetta er sagt meira í gríni en alvöru. En já, ég held að flestir Íslendingar hafi upplifað eitthvað af því sem kemur fram í laginu á eigin skinni. Þetta er svona eins og Eurovision, sumarið er eins og Eurovision. Við erum alltaf með rosalegar væntingar og svo verður þetta aldrei það sem við ætluðum að það yrði. Ertu með eitthvað svona ráð? Nú er ferðasumarið bara á hátindinum, ef við getum sagt sem svo. Ertu með eitthvað ráð inn í útilegur Íslendinga? Verið heima? Nei, ég veit það. Bara að, held ég, að gíra sig upp í það hvernig sem veðrið verður og bara hafa gaman að þessu. Ég held að það sé eina vitið. Getur maður eitthvað verið að elta spána? Er það eitthvað sem maður græðir á? Nei, fyrir mig persónulega er það ekki eitthvað sem ég myndi nenna. Það er bara ávísun að sitja lengur í bílum að þarf. Þegar maður er í útilegu, hvað er svona það sem maður á að vera að taka með sér, heldurðu? Utan kannski tjaldið sjálft sem er náttúrulega augljóst. Já, ég veist að fólk gefur mjög mismunandi svör við því. Sum myndu segja gítar og ég myndi segja já, en það er samt svolítið svona já, hvað ég var að segja, það getur brugðið til beggja vona með það, það fer eftir hver er að spila á gítarinn og hvaða lög eru tekin, það getur orðið frábært og það getur orðið martröð allra sem eru viðstaddir og svo bara, já, grill og einhver matur, þannig að fólk þurfi ekki að nógu mikil þjáning að þurfa að tjalda á þess að fólk svelti líka. Og er ekki við hæðið að við heyrum líka bara smá brot úr laginu? Jú, ég held það, þannig að Cecilia fái nú að sjást aðeins líka, hún gæti ekki verið með okkur. Þegar inn á tjaldsvæðið við sittum síður rötum og sjáum síðan tjaldið allri sjálfsvirðingu glötum. Tjaldið bæði blautt og fullt af mold frá fyrri árum, lyktar eins og eitthvað dögt sem dó að eigin sárum. Það er komið tíma á næsta innslag. Við
Veiðitímabilið það hefst líka á sumrinu og ég held að sé alveg óhætt að fara að draga fram veiðistangirnar og byrja að veiða. Má kíkja á Ystuvík, þar alltaf mókveiði. Það fara allir heim með lax þaðan. Þetta Ystavík við utanverðan Eyjafjörð. Þar starfrækt fiskeldisfyrirtækið Víkurlax. Yfir sumartíman gefst fólki kostur á að veiða eldisfisk í tjörnum. Ólíkt gjaldi fyrir að veiða í ám þarf eingöngu að greiða fyrir veiddan fisk og víst að veiðin góð. Það öruggt að enginn yfirgefur svæðið með öngulinn í rassinum og þeir sem veiða á öllum aldri. Það eru margir búin að taka fyrsta fiskin hér. Margir mikið af ungmenni sem hafa fengið sinn fyrsta fisk. Hvers konar fiskur það sem að fólk getur veitt hérna? Það nú, aðalega núna regnbogasilungur og bleikja. Ég var með lax áður fyrir en það erfitt að fá hann. En hvernig þetta? Sleppurðu þá sem sagt fiskinum hérna bara fyllir á þessu sagt? Já, ég bara svona reyna að halda, reyni svona að telja svona upp úr þessu. Svo sé nú ekki mókveiði en það var nú áðan, var nú býsta mikið veiði en þegar eru komni hérna kannski 5-6 stangir hérna úti þá það nú erfiðar heldur að var áðan. Þessi fiskar sem var verið að veiða hérna þeir voru spriklandi? Já, þetta mjög góður fiskur og hann hefur verið gott hérna í tjörninni. En það fá allir fisk? Já, það fer enginn hérna fisklaus. Fólk kemur yfirleitt hingað stangalaust og fer með flök. Og ég held að það sé erfitt að finna það bara í heiminum að svoleiðis hérna veiðistað. Þú útvegar stangir meira að segja sem sagt? Já, ég er með stangir og ég er með mask fyrir fólkið og ég flaka fyrir það og reiki fyrir suma. Svo það hérna. Og gerir að aflanum? Já, ég geng alveg frá þessu. Já, það sem sagt mókveiði hjá öllum og gjaldið einfalt. Aflinn einfaldlega vigtaður þannig að fólk borgar fyrir það sem það veiðir. Flóknara það nú ekki. Myndast stemning hérna? Mikil stemning, gott. Mikil stemning. Það vantar ekki. Þegar það komi hér talsvert af fólki og seti hér á borðum og spjallað og þá mikið gaman hér. Fólk að koma hérna alveg ár eftir ár? Já, ár eftir ár. En sem sagt aðstæðan hérna, hvaðan færðu vatnið sem rennur hérna? Það sem rennur í þessa tjörn hér, það kemur úr Miðvíkuránni og ég að fá mest vatnið þaðan. Og þetta hjá mér þetta er svona náttúrulegt hjá mér. Þetta er bara eins og út í náttúruna. Það er kalt á veturnar vatnið hjá mér og heitt á sumrin og þess vegna þessi fiskur miklu fituminni heldur en annars í þessu fiskeldi. Og fólk kann að meta það? Já, það kann að meta það. En starfsemin hjá þér, þú ert líka sem sagt í því að reykja laxi, það ekki bara fyrir sem sagt almenna markað? Jú, ég er að reykja sílungur almenna markað og er með í flestum búðum á Reykjavíkursvæðinu og svo hér. Þú ert nú búinn að vera í þessu í nokkur ár? Já, ég fór til Noregs 1984 og er búinn að vera í þessu síðan. En kúnstin við þetta eldi, hver hún? Já, kúnstin, þetta náttúrulega að sinna þessu vel og vera ekki með mikið í hverri tjörn eða hérna kari upp frá. Þetta skiptir verulegu máli að fiskurinn bara hafi það gott. Það númer 1, 2 og 3. Og hann virðist hafa það gott hérna í tjörnunum? Hann gerir það, það er engin spurning. En þetta eldi á landi, þannig að héðan þó ekki að sleppa í sjóin eins og maður heyri stundum í fjölmiðlum. Nei, hér fer engin fiskur út. Hér eru ristar allstaðar og svo endarist hér niður við sjó og það fer engin nema þá flugfiskur. En hann er ekki hér. Og veiðimennir sem að hingað koma til þín, það fara allir greinilega ánægðir frá ykkur líka? Já, það fara allir ánægðir frá okkur. Það er alveg klart mál. Gaman að standa í þessu? Já, þetta er mjög vist gaman að þessu og ég náttúrulega fæddur og uppalinn á Siglufirði og ólst þar upp og maður byrjaði að veiða snemma og þessi forréttindi að hafa alist upp á Siglufirði, þau voru náttúrulega, það eru kannski margir hundliðir á að heyra þetta en ég nú oft hérna einn og ef mér leiðist eitthvað þá fer ég bara sný tilbaka
fer á Siglufjörð og fer bara yfir þetta þegar ég ólst upp og alveg fram að skemmtanalífinu og öllu þeim pakka. Þannig að lífið í raun og veru tiltölulega einfalt? Já, það einfalt. Það þarf ekki að vera flókið. Það er komið nóg af þessum kynningum bili. Ég ætla að koma smá tíma til þess að leggja mig og því kíkja í smá auglýsingar með hann. Þetta var nú prýðisgóður bóndablundur, en sumar líka einmitt tíminn til þess að taka þér rólega og fara í smá frí, en líka tíminn til þess að leika sér og hafa gaman, eins og á sumarbúðunum á Hólavatni. Við ætlum að kíkja það næst. Einkunnarorð sumarbúðanna Hólavatns í Eyjafjarðarsveit eru ró í hjarta og gleði í sál og lögð áhersla á vináttu, sköpunargleði og traust. Yfir sumarið líf og fjör á Hólavatni og dagskrá frá morgni til kvölds. Við litum við á Hólavatni í flokk fyrir 8 til 11 ára stúlkur. Eins og þið sjáið hérna bak við mig, þá líf og fjör alla daga. Við leggjum mikið upp á því að útiveru. Stelpurnar fara út á hverjum degi og það er margt að vera, margt hægt að gera. Það eru bátar, það er leikvöllur hérna, það er fótboltavöllur, við fyrir gönguferðir í þessari fallegu náttúru. En við byrjum hvern morgun á því að draga fánan á húni og svo er morgunstund þar sem að við lærum biblíuna og hvað hún kennir okkur og stundum er föndur þar inni. Síðan höfum við oft þar sem stelpurnar fá að velja eitthvað þær geta farið út á bát eða föndra eða farið í leiki. Í gær var farið í skemmtilegan ævintýraralleik, þá var starfsfólki búið að klæða sig upp í alls konar furðuföt og stelpurnar fóru á milli stöðva og þar sem þær áttu að leysa þrautir, meðal annars að læra að dansa línudans og ýmislegt fleira skemmtilegt. Svo það er nóg að vera. Fyrsta daginn fórum við í ævintýragöngu og á leiðinni þá allt í einu spratt upp úr skóginum tröllkelling sem virtist síðan ósköp meinlaus og fór með okkur í leiki út á fótboltavelli. Svo það er ýmislegt brallað og margt gaman gert. Þannig hér eru ævintýri á hverjum degi? Það eru ævintýri á hverjum degi og stelpurnar eru líka duglegar að búa til ævintýri sjálfar, fara út að leika og þessi hópur er mjög fjörugur og skemmtilegur og þær eru duglegar að leika sér úti. Veðrið hefur bara verið nokkuð gott núna. Það er aðeins rignt á okkur en það stoppar okkur ekki í að vera úti. Svo erum við ótrúlega glöð að fá sólina í dag, geta buslað hans í vatninu. Það er bara stelpur þessa vikuna en það eru nú bæði stelpur og strákar í þessum sumarbúðum. Já, það eru bæði stelpuflokkar og strákaflokkar og svo er unglingaflokkur sem er sameiginlegur fyrir bæði stelpur og stráka. Upplýsingar þetta er allt hægt að finna á sumarfjör.is eða á kfm.is. Það er flokkaskráin og það er hægt að sjá hvað er laust. Það er ennþá eitthvað laust í sumar, svo það er að gera að kíkja á það ef einhverjir vilja fá að upplifa ævintýri, vera í sumarbúðum í sumar. En þetta er ekki einu sumarbúðir KFM og K hérna á Íslandi? Nei, KFM og K eru með sumarbúðir líka í Vatnaskógi, í Hvalfirði og í Vindárslíð í Kjós og í Kaldárseli við Hafnarfjörð og í Ölveri undir Hafnarfjalli. Og Vatnaskógur eru nú fyrst og fremst strákasumarbúðir þó að svo að undanfarin ár hafi þeir farið að bjóða upp á líka stelpuflokk og sameiginlegan unglingaflokk. Í Vindárslíð eru stelpuflokkar eingöngu og svo í Ölveri eru aðalega stelpuflokkar en einn svona strákaflokkur fyrir litla stráka sem er að stíga fyrstu sporin í sumarbúðunum. Og í Kaldárseli eru mestmegnis nú orðið leikjanámskeið sem er svona svolítið, krakkarnir fá að æfa sig að vera í sumarbúðum og þau geta fengið val að gista síðustu nóttina þau vilja. Og hvort ef það er ekki einn dvalarflokkur þar sem þau eru allan tíman á staðnum. Þannig að það er ýmislegt í boði og margt að velja. Hvað er það sem stendur upp úr við svona starf? Fyrir mig þá myndi ég segja, mér finnst svo dýrmætt að fá að kynnast öllum þessum börnum, fá að vera með þeim og fyrir mig er það dýrmætast að fá að kenna þeim það sem mér er dýrmætast og það er trúin mín að fá að deila henni með börnunum og líka bara að fá að sjá þau úti í náttúrunni, leika sér, engir símar, ekkert að trufla þau.
það bara yndislegt að fá að sjá börnin bara í náttúruna leika sér eins og þeim eðlislegt. Og náttúrulega það sem aðalsmerki KFUM&K, það K-ið. Þetta eru kristilega sumarbúðir og við kennum þeim að þau eru öll dýrmæt sköpun Guðs og þau að fá að upplifa að þau skipti öll máli, að þau hafa hæfileika sem Guð við gefið þeim og þetta er það mikilvægasta við sumarbúðastarfið, að þeim líði vel og að þau upplifi sig sem mikilvægar persónur og að styrkja þau, bæði líkama, sál og anda. Það var séra Friðrik Friðriksson sem stofnaði sumarbúðirnar, stofnaði KFUM&K. Hann hafði þetta leiðir, þetta var svolítið yfirskrift starfsins hjá honum, að það var að hlúa bæði líkama, sál og anda og það gerum við svo sannarlega í sumarbúðunum. Sumarið akkúrat tíminn til þess að fara út, njóta veðursins og gera eitthvað skemmtilegt í góðum félagsskap, eins og til dæmis að fara út að hjóla. Og í þessu síðasta einslagi í þessum þætti ætlum við að kíkja nokkra hressa krakka sem að gerðu einmitt það á Austurlandi. Það ekki til neina að bíða, við skulum hjóla í síðasta einslagi. Víðsvegar landið má finna ungmenni sem hittast og hjóla saman undir nafninu Hjólakraftur. Á Egilsstöðum virkur hópur sem hittist á hjólaæfingum 2 í viku. Við hjóluðum við í Selskó og fengum að vera með. Hvenær var Hjólakraftur stofnað? Hjólakraftur sjálft líklega 4-5 ára dæmi, en hérna á Egilsstöðum erum við búin að vera í 3 ár. Ok, og hvað þetta fyrir gamla krakka? Þetta eru frá 11 ára og upp í 18. Og þetta fyrir stelpur og stráka? Já, við myndum gjarnan vilja sjá fleiri stelpur, en í dag þetta bara strákar. Já, og hefur þetta farið vaxandi núna? Eru fleiri krakkar í ár en voru í fyrra? Eða? Já, þetta fer allt svona hægt hægt vaxandi. Og stefnan tekið eitthvað ákveðið? Heyrðu, við erum að fara núna í lok júní í Wow Cyclathon með 4 aðila. Ok. Og við höfum farið, þetta í 3. sinn sem við förum með einhverja þangað. Wow Cyclathon fyrir þá sem ekki vita, geturðu sagt mér aðeins frá keppninni? Það sem sagt keppni þar sem hjólað hringinn landið í liðum. Og Hjólakraftur að fara núna í 3. skipti með lið og þetta var í fyrra 130 manna hópur sem að fór. Þannig sameinist þá ykkar hjólakraftur við önnur hjólakraftlið? Já, við förum öll saman, sem eitt lið. Ok. Og hvað verða margir krakkar með ykkur í ár, í heildina? Það svipaður fjöldi, þetta sé ekki 130 manna hópur, eitthvað svoleiðis. Og hvernig þessu skipt niður? Nú er þetta náttúrulega gríðarleg vegalengd. Hvað eru krakkarnir að hjóla? Þetta eru cirka 10 í liði og hvert lið það hjólar einn í einu. Það fer svolítið eftir aðstæðum hvort við erum að fara upp eða niður og svoleiðis 10-15 kílómetra. Það greinilega margt framundan hjá þessum hjólagörpum og óhætt að segja að fjölbreytnin sé mikil í þessu sporti. Og hvað það að gera á æfingu? Það mjög misjafnt. Við erum bæði að æfa okkur í umhverfi eins og þessu, tæknilega og bara leika okkur í skóginum og svo förum við líka út á göturnar þar sem við förum yfir öryggið og umferðarreglur og hvernig hjólreiðamenn eiga að haga sér í umferðinni. Hvernig eiga hjólreiðamenn að haga sér? Hjólreiðamenn eiga bara að fara eins og aðrir eftir umferðarreglum og við erum með ákveðið merki sem við sýnum ef við ætlum að beygja eða stoppa eða þess háttar. Við reynum að hjóla beinni línu og bara vera til fyrirmyndar. Já. Einhver ákveðin staðalbúnaður sem maður þarf að hafa upp á hjólreiðar að gera? Það náttúrulega bara hjálmur og hjól nóg til að koma sér á stað. Svo náttúrulega hægt að missa sig í þessu eins og öllu öðru, í búnaði. En hvenær byrjuðu þið í hjólakrafti? Fyrir 3 árum. Já, líka ég. Fyrir 2 árum. Ég byrjaði á svona tíma þeir. Og akkur ákveðið að byrja í svona hjólahópi? Bara, mér finnst þetta eitthvað spennandi og bara, mér líka þetta bara mjög vel þannig að ég bara helt annað. Mér fannst gaman að hjóla. Já, það var kona sem sagði mér að gera það. Já. Mamma mín með þetta svo ég var eiginlega neyddur til þess. Tilneyddur til að vera með. En eins og hjólahringinn, hefur einhver eitthvað gert það áður? Já, ég er að fara í 3. skipti núna í ár. Okay. Ég er að fara í annað, Eiríka. Ég er að fara í 1.
Ok, og hvernig er að hjóla hringinn? Bara þreytt en samt ógeðslega gaman, sko. Var það nóg að giflum? Já. Og hvað hjólið þið oft í viku? Tvisvar. Og notið þið hjólinn þá bara ekkert meira? Jú, skólan og fótboltavöllin og fótboltaæfingu líka. Ok. Hjólið fellabán. En hvað er það skemmtilegasta við að mæta á hjólaæfingu? Hjóla. Já, hjóla. Og bara gera eitthvað skemmtilegt. Og er einhver svona ákveðin tricks sem ykkur finnst skemmtilegast að gera? Prjóna. Stökkva. Stökkva á hverju þá? Bara svona litlum pöllum bara. En hvað þarf maður alltaf að muna þegar maður fyrir út að hjóla? Hjálm, vesti, góði skór, hjólaskapið. Já, hjólaskapið. Og hvernig er hjólaskapið? Það er alveg til hvað sem er. Það er bara nennir þessu. Nenna bara öllu sem maður vill gera og gera það sem maður vill gera. Þarf maður að æfa sig ótrúlega mikið til að verða góður eða er maður bara annarkvort góður eða? Æfa sig bara. Maður bara æfa sig. Þú þarf bara að nenna sig. Aukaæfingin skapar meistarann, ekki æfingin. Hvernig er það með hjólreiðar á Egilsstöðum? Er þetta aukast? Eða? Já, ég myndi segja að þetta væri klárlega aukast. Bæði náttúrulega hjólakraftur alveg búin að setja svolítið lífi í þetta, vil ég menna. Og við erum búin að vera í gangi í 2 ár. Svo náttúrulega UIA með hjólreiðakeppnina Tour de Ormen. Og hún er búin að vera í gangi í allt sín 5. árið núna. Og í kringum þetta tvennt vil ég allavega, kýs ég allavega að trúa að hafi orðið svolítið svona stemming og menning. Og svo er líka bara fullt af fólki sem finnst bara, nota þetta hjóla milli staða, en það búið við á einhverjum pínlítilum dásamlegum bæ sem ekkert mál að túra bara milli hjólinu sínu. En Tour de Ormurinn, hvernig keppni er það? Það er hjólreiðakeppni í kringum Lagarfljótið. Ok. Og er bara ógeðslega flott leið, ég vil bara meina þetta sé flottasta hjólaleið á landinu. Og það er 2 vegalengdir, 68 km sem er það bara þessi típiski sunnundagsrúntsringur. Og svo 103 km sem er svona aðeins meira töff, því þá er farið alveg inn að Egilsstöðum í Fljótsdal og á mölinni þar er verið að hristast og svo sett út þá hinum megin og aftur til Egilsstaða. Þannig að, og þarna erum við ótrúlega glöð að sjá að heimamenn hafa alveg tekið svolítið við sér. Og við erum alltaf að sjá fleiri og fleiri sem einhvern veginn svona láta sig hafa það að negla í þessu keppni og hafa gaman að. En hvernig er með eins og útbúnað í svona keppnum að föðvalla á hvernig hjólið sem er? Sko, jú, það er hægt að fara þetta á hvernig hjóli sem er. Það er bara spurning hvað þú vilt hafa gaman að því. Við náttúrulega vorum unglingalandsmótinu í sumar. Þá var græju brautin í skóginum, fjallahjólabraut. Hér eru gaurarnir búin að vera öllum stundum að tæpa og trylla. Og svo sér maður alveg pappan að koma hérna að taka hring á kvöldin þegar strákarnir eru farnir, sko. Þannig að það er líka alltaf vaxandi sport. Það er alltaf bara geggjað umhverfi hérna fyrir fjallahjólaða, sko. Þannig að það er hægt að fara hér upp allt og út allt á fjallahjólum. Já, sumarið er tíminn, sagði einhver góður og ég held að sé nú ekki annað hægt en að vera sammála því. En það er komið að lokum hjá okkur í þessum þætti, enda allt og heitt úti til þess að halda áfram. Þannig ég segi því bara tökum lokið í bili og við sjáumst í næstu viku.